á mánudögum, miðvikudögum og föstudögum klukkan 3, það ekki rétt hjá mér? Jú. Og þær eru komnar til mín, María Pétursdóttir og Bára Halldórsdóttir sem eru sem sagt með þessa þætti. Velkomnar. Takk fyrir. En mér langaði eiginlega bara að spyrja svona, kannski fyrst af öllu, svona, hvað þið eru búnar að vera lengi með þessa þætti og hvernig Já, góðan daginn og við erum enn og aftur komin í tilefni af 17. október sem er alþjóðlegur baráttudagur gegn fátækt og ég ætlaði aðeins að fá að heyra í tveim kollegum mínum á samstöðinni sem eru með þátt sem að kallast Öryrkjaráðið og hann er alltaf á dagskrá 3 í viku á mánudögum, miðvikudögum og föstudögum klukkan 3, það ekki rétt hjá mér? Jú. Og þær eru komnar til mín, María Pétursdóttir og Bára Halldórsdóttir sem eru sem sagt með þessa þætti. Velkomnar. Takk fyrir. En mér langaði eiginlega bara að spyrja svona, kannski fyrst af öllu, svona, hvað þið eru búnar að vera lengi með þessa þætti og hvernig þeir fæddust. Kannski byrja á þér, María. Heyrðu, þessir þættir fóru á stað bara strax í upphafið. Þetta er bara partur af því sem að gerist þegar þjóðin skríður í fyrsta COVID sóttvarið og allir fara heim að vinna og eitthvað svona eða heim að slaka á eins og margir sögðu. Já, nú er ég bara heim að slaka á. Það fóru nokkrir sósíalistar að búa til sjónvarpsþætti á Facebook og meðal þeirra var þáttar sem að fór í gang var Öryrkjaráðið og og já, ég held að fyrsti þátturinn hefur örugglega verið svona 30. mars minni mig og svo sem sagt þá var það ég og Ásta Dís Skjaldal sem að byrjum og og svo kemur Bára inn sennilega seinni partinn í apríl. Og einhvers dag, já, með vorinu. Já. Þannig já, og svo höfum við verið bara tvær, ég og Bára með þetta í rauninni síðan þá og við svona, já, við erum ekki óbrigðular 3 í viku, það er varla hægt að kalla okkur með þætti 3 í viku, en svona þegar að vel lætur og heilsan er svona þokkaleg hjá okkur báðum að þá merjum við 3 þætti í viku. Já. Það er einmitt partur af þessari þáttastjórn okkar að það er bara ekki gefið að öryrkjar geti alltaf farið eftir dagskrá sem einmitt ástæðan fyrir því að margir eru öryrkjar að þeir geti ekki unnið eftir réttu prógrami og við hefum stundum einmitt bara endursýnt aðra þætti eða bara við þurftum að fá okkur afsakið hlýja svona skilti en við reynum okkar besta og stundum tökum við ykkur tarnir og tökum viðtal við 20 manns á sama degi eða eitthvað, ég veit ekki og allt gengur rosa vel en það gengur alveg bara upp og niður og bara eins og vera vill en þetta er rosalega gefandi og skemmtilegt starf sko. Langar ég bara að spyrja ykkur að ég hef nú aðeins fylgst með ykkur og þetta eru komnir ansi margir þættir. Við erum það búin að vera alveg í nokkra mánuði, 6-7 mánuði, alveg svo til 3 í viku. En já, þannig að þetta er alveg komið slatti af þáttum. Getið þið sagt mér aðeins svona umfjöllunarefnin og hvað er svona minnisstæðast af því sem að þið? Já,
Sko, það er rosa fjölbreytt. Þetta er svolítið svona bara, þetta eru viðtöl, ekki alltaf bara við öryrkja, en svona málefni öryrkja og oftast náttúrulega við öryrkja, og stundum er þetta bara spjall, þar sem við Bára erum bara 2 öryrkjar að spjalla fréttir liðina viku eða pæli hlutum, sko. Þannig að þetta er svona allar hliðar, já, kannski svona tengdar, stundum höfum við talað við fólk bara þeirra reynslu af veikindum hreinlega og baráttu og glímu við kerfið, og stundum höfum við verið með bara svona kannski fleiri en einn í heimsókn og verið að ræða einhver ákveðin mál eða fréttir. Stundum höfum við verið að taka púlsinn á einhverju sem er að gerast annars staðar, eins og við höfum kannski verið að tala við fólk sem hefur komið fram í viðtali einhvers staðar eins og til dæmis af vefsíðunni Við erum líka hér, og verið að segja frá sinni reynslu þar, og þá hefur við svona pikkað það upp líka og fengið auka efni, mjög sér leita til útlanda líka. Já, svo hefur við talað við öryrkja í útlandum, og við hefum talað við fólk í tengslum við bara eins og til dæmis núna í sumar, sko, Black Lives Matter bylgjuna, COVID, náttúrulega við strenginguna þar á milli, fundum, það var lítið stúlka sem að indverskildun hafi verið, sem að ættleitingan var að segja okkur frá reynslu sinni sem lítuð kona á Íslandi eða brún kona á Íslandi, eins og hún segir, hún Sanna vinkona mín, og það kemur bara ótrúlega hlutir út úr þessu oft, sko. Já, ég talaði líka við konu sem er öryrki í Bandaríkjunum, bandarísk, sko. Já. Bandarísk íslensk, en þannig að, já, í tengslu við COVID líka, og það er náttúrulega, já, svo er þetta einhvern veginn, já, svo hef ég líka verið að taka reglulega viðtöl við einhverja starfandi innan ÖBÍ í einhverju málefnahópum, og við höfum fengið Þuríði formann líka til að koma nokkur skipti. Ég hef talað Drífu Snædal, þannig að við höfum svona, já, tekið, og líka talað við fólk sem er að gera eitthvað, með einhverja starfsemi eins og í tengslum við einhvers konar félagsstarf, félagshópa, og við höfum líka talað við starfsmenn úr geðkerfinu, við höfum talað við fólk í sambandi við fátækt sem að bitna náttúrulega á börnum, á fólki, talað við foreldra barna sem að eru líklega til að verða öryrkja seinna, og þeirra baráttu við það að fá aðstoð, greiningu og svo framvegis. Mjög áhugavert viðtal við hana Elísabetu Dólindu daginn til dæmis. Já, og eins líka bara, já, eins við hana sem ég tók núna daginn, bara ekki, ég held að það verið bara síðasta viðtal sem ég tók, eða þar síðasta, við hana Birnu Eik Benediktsdóttur sem er með börn, er með börn sem eru langveik á einhvern hátt og þurfa lyf og annað, og svona þessi hlið á líka fátækum fjölskyldum sem að komast illa inn í kerfið af því að þau eru fátæk, eða af því að þau eru í fátækt. Við höfum einmitt séð það mjög sterklega að ef þú ert með veikt barn að þá liggur það í því bara hver ríkir og orkumiklir foreldrarnir eru í að ýta hlutum hingað og þangað og svo framvegis og pota og bara ég ætla að fá þessa þjónustu eða jafnvel að fara til útlanda og fá hana og svo framvegis. Þannig erum við að sjá bara beina skerðingu á réttindum. Já, einmitt. Hún var einmitt að tala um þetta, hún Dólinda, hvað heitir hún að fyrir nafni? Elísabet Dólinda. Elísabet Dólinda.
Það rosa gott að taka eins og skoða það, hún talaði einmitt, hún að gera hluti, hún vel stæð, hún að gera hluti sem að ekkert allir geta gert. Já. Svo erum við viðtal við einmitt Birnu Eik sem að vísu kannski börnin hennar ekki með jafn alvarlega sjúkdóma og ég veit það ekki og þau eru yngri og annað, það er önnur staða en hún býr við það til dæmis að geta ekki sýnt fram á einhvern kostnað því að hún hefur ekki geta reitt hann fram, aðstandendur hafa þurft að reiða hann fram, þannig að hún á ekki kvittanir og kerfið bara vill fá kvittanir eða sannanir fyrir því að þú sért að leggja út ákveðin pening fyrir börnin ef þú átt að fá umönnunarbætur. Hún kemst ekki inn í það kerfi, það er alls konar svona einhver hluti líka. Af því hún hefur ekki geta borgað þetta, að þá geta þeir ekki stutt hana. Nei, þannig að við erum líka að taka svona stéttavinkla til umfyllunar á og þetta er náttúrulega bara það að vera öryrki, það er náttúrulega bara svo fyrirferða mikið óháð sjálfum veikindunum, þá er bara þessi stéttastaða sem að öryrkjar eru settir í er svo rosalega fyrirferða mikil í bara lífi fólks. Já, það er alveg, heyra það er á nógu að taka. Það er alveg á nógu að taka. Það er alveg ástæða fyrir því að ég skýrði mig atvinnusjúklinga á Instagram, af því að þetta er full vinna að vera öryrki. Já, þetta er einmitt það sem maður er að heyra, að kerfið lætur því heldur betur hlaupa út allar trissur til þess að eldast við einhverja aura og kling. Já, það er einhvern veginn svolítið eins og núna þessi skýrsla frá Ríkisendurskoðun hvað Tryggingastofnun er ekki að standa sig í upplýsingagjöf til dæmis. Já. Það er alveg bara, það er svo gott að fá samt staðfestingu á einhverju sem fólk er búið að vera að segja, öryrkjar eru búin að segja, tala kannski fyrir daufum, þessi bara eitthvað nöldur í okkur og eitthvað svona, en þú veist, þetta er svona, ok. Það er bara Ríkisendurskoðun búin að fara yfir málin og þetta er svona. Já, ég meina, ég hef bara þurft að leita til Tryggingastofnunar sem einstætt foreldri og það er alveg nóg leiðileg lífsreynsla, þannig ég get rétt ímynda mér fólk sem þarf að reiða sig algjörlega á sinnar tekjur það. Þetta er ekki beint. Ég hef líka tekið nokkuð viðtöl við fólk sem að á pappír hefði rétt á örorku einhverju en einmitt hefur staðið mjög furðulegum einmitt haft stuðning bak við svo framvegis og bara gerir sitt allra besta til þess að verða ekki öryrkjar og lenda á kerfinu, af því að það hefur séð aðra vera vesenast í þessu og það er bara einn góður vinur minn sem er til dæmis alveg algjörlega öryrkja hæfur en hann er svo heppinn að fjölskyldan hans, hann er í fjölskyldufyrirtæki þar sem hann getur unnið eftir veikindunum sínum og þau geta stutt við hann með húsnæði og svo framvegis og það eru allir bara að róa að því hörðum höndum að passa að hann þurfi ekki að fara á örorku. Svo veit hann ekki að gerist þegar hann verður eldri en ég meina, þetta er eins og hann sem var að berjast fyrir samanlega rasismannum við heilan hópa af hvítu fólki, væru þið til í að vera undir sömu meðferð og svart fólk í Bandaríkjunum og allir þögðu. Ég held að ef við gerðum þetta með öryrkja í staðan fyrir svart fólk á Íslandi þá fengjum við sömu svör. Væru til í að vera í þeirri stöðu sem öryrkjar á Íslandi? Nei. Já, það er akkurat það sem að held í punkturinn það sem að kannski fólk sem hefur ekki lent í að vera öryrkjar gerir sér ekki grein fyrir að þetta er bara ákveðin upphæð sem að þú ert bara svolítið fastur í að lifa á. En það er ennþá einhvern veginn, það er svo merkilegt hvað bara líka svona mýtur og fordómar lifa ótrúlega sterku lífi. Ég til dæmis bara nú kom alveg rosalega sterkt myndband dögunum frá stúlku sem bara var að bíða eftir tíma í sjúkraþjálfun og ég veit ekki hvort það hefur séð að hún fer að tala auglýsinguna frá ÖBÍ skiptingu kökunar og eitthvað svona og tekjur öryrkja í framhaldi og þetta fór svona væral eins og maður segir að þessu var dreift rosalega víða.
svo fór ég að skoða sko komment undir þessu innleggi og þar var fólk einmitt, þar var ennþá fólk að tala já, en öryrkjar hafa það nú samt svo gott, þeir hafa það mikið betra heldur en bara til dæmis láglaunafólk og þú veist, þetta er ekki svona, þeir fá alveg meira heldur en 3/4 af launum láglaunafólks og þú veist, það var að rengja í rauninni þessa tölu í fyrsta lagi og að því fólk bara einhvern veginn trúir þessu ekki einhverju hluta vegna kannski að þetta er eiginlega bara ótrúlegt já, kannski bara, einmitt kannski þess vegna, það bara trúir því ekki að þetta sé svona en svo var verið að tala um öll hlunnindin líka öll þessi hlunnindi sem við fáum Þetta meina þarna strætóafsláttinn og ókeypis í sund já, og það var og ókeypis í húsdýragarðinn var það eitthvað annað? Já, það er sem sagt það er lækka gjald í strætó, það er lækkun á fasteignagjöldum. Nei, það er bara ef að sameiginlega tekjur heimilisins er undir einhverju. Hvort það er, þetta er eitthvað svona, hvað var það annað sem er? Jú, bifreiðagjöld. Já, lækkun á bifreiðagjöldum, já. En ég meina, ég var einu sinni óvart yfir þessum mörkum þannig með húsnæðisgjöldin og ég get alveg sagt það að allur kostnaðurinn sem kemur síðan á móti, hann dettur, sko fyrsta lagi erum við náttúrulega undir lægstu launum, þannig að við erum ekki betur stödd en þau. Ég með fullar barnabætur og allt drasli náði held ég 340 tíman en ég hef ekki komist yfir 240 síðan þá. Það var eitthvað auka út af alls konar einhverju og síðan í ofanálag erum við að borga svo mikið, ég reiknaði það út í hittifyrra, þá tók ég bara út kvittanirnar, bara plúsar og mínusar, bara endurgreiðsla frá slís og frá sjúkratryggingum, ferðir á læknavaktin og allt þetta, ég bara laði þetta allt saman og niðurstaðan var -400 og eitthvað þúsund. Já. Þannig að auka kostnaður minn við það að vera öryrki á einu ári var 400 og eitthvað þúsund sem er bara alveg ágætt í skomma. Þannig að ég veit ekki betur heldur en ég hafi þurft að hverja einustu krónu af þessum hlunnindum sem að er að ræða og síðan sko bara fyrir utan það þá náttúrulega ef þú ert öryrki þá er líklega eitthvað að hjá þér. Þannig að þú ert erfiðara með að fara á staði, þú ert erfitt með að nýta þér hluti, þú ert erfiðara með þetta og hitt. Ég til dæmis get ekki nýtt með strætó, sem að væri alveg örugglega útilokað. Það er nefnilega málið með þetta að ég get ekki nýtt með strætó heldur, ég get ekki nýtt með sundið einu sinni, nema bara, þú veist, 3 á sumri eða eitthvað, alveg fáralega sjaldan, ekki við vetratíman, svo er nú bara, þú veist, í þessu ljósi líka, einmitt varandi sko, aukinn kostnað, ég meina við erum það er alveg marg útreiknað að fatlað fólk greiðir svona 40% meiri kostnað bara við að lifa lífinu heldur en ófatlaðir. Og þetta kemur strax fram í til dæmis, sjáum við bara eins og það sem Sanna er að gagnrýna í Reykjavíkurborg núna að okkur er fólk í ferðaþjónustu fatlara sem er að borga sko meir en 100 skall á mánuði í strætó eða fargjald. Já. Þú veist, þetta er bara út í hróa. Já. Og það er að því þau geta ekki keypt einhver svona, þú veist, fjölnota einhver kort eins og annað fólk í strætó. Já. Þú veist. Einmitt. Þannig að fatlaðir eru að borga meira í strætó heldur en ófatlaðir. Og þetta er bara maður bara verður kjaftstopp sko. Já. En svona er veruleikinn, þetta er ekki og það að veita öryrkjum einhver svona hlunnindi eins og frítt í sund og eitthvað svona, ég meina come on, ég meina starfsmenn Reykjavíkurborgar fá líka held í frítt í sund, þetta er ekki það er ekki eins og þetta sé einhver hlunnindi sem engin annar er að fá. Svo er til dæmis eitt sem að allstaðar það sem er eitthvað stéttarfélag myndi borga hluta af einhverju. Það er til dæmis enginn okkur getur nýtt okkur. Svona námskeið og ýmsir aðrir hluti sem að væru kannski í raun og veru mjög verðmæta aukandi fyrir samfélagið að öryrkjar getur tekið þátt í. Hérna fyrir utan bara að það væri indælt.
en og það bara, já, það alls konar svona hlutir sem eru sem að fólk sér ekki að því það svo sjálfsagt einhvern veginn. En ég veit ekki, ég er svo heppin að ég flutti óvart í íbúð í kjallara. Ég var næstum búin að flytja í íbúð á 3. hæð rétt áður en að ég varð sem verst. 3. hæð í lyftulausu húsi. Ég gerir ráð fyrir því að þá hefði ég þurft að lifa á einhverju heimsendingasystemi og það kostaði aðeins meira þá heldur en núna, sko. Svo náttúrulega, ef við tölum COVID, þá náttúrulega erum við að borga grímur og hanska og þú veist, passa okkur á þessu, passa okkur á hinu, getum ekki fara hér og þar, svo framvegis, þurfum frekar að láta heimsenda heldur en að meika fara í einhverja búðir og það engin niðurgreiðsla á því einmitt fyrir til dæmis fólk í áhættuhópi eins og ég veit ekki hvað miklu peningum ég er búin að eyða í grímur. Bára, við fengum 20.000 krónur í sumar. Við fengum 20.000 krónur í sumar. Já, einmitt, já. Í mánuðinum þar sem að, einmitt, ég þurfti að borga fullt fyrir lífið mín. Það, já. Já, það er annan að það með lyfjakostnaðinn, þegar nú er nýbúið að breyta niðurgreiðslukerfinu. Er það ekki eitthvað sem það mörg ár síðan það var gert? Já, nýbúið, já. Tíminn svo fljótur að líða, sko. Ég veit það. En mér langar líka bara að spyrja, þegar nú eru þið báðir öryrkjar og eru búin að vera að tala við mjög mikið af fólki á síðkasti. Er eitthvað sem hefur sérstaklega komið ykkur á óvart? Sem að þið vissuð til dæmis ekki? Sko það alltaf einhver svona litli hlutir sem að koma manna óvart af því maður kannski bara að tala aðgengismál eða eitthvað og kannski á einhverju stíi sem að þú veist ég hef ekki sjálf lent í eða ekki með á alveg já þetta þannig að það alltaf eitthvað svoleiðis og og svona eitthvað í kerfinu sem maður bara svona býtu þarft að gera skilur þannig að maður ennþá að fatta alls konar svona hluti en þannig samt sko að koma óvart nei, ekki þannig. Þetta eitthvað svona sem að þegar maður búin að vera öryrki, ég er búin að vera sko örorkuskráð síðan 2001. Ég veikist illa 2001. Þannig að þetta svolítið langur tími og maður búin að náttúrulega kynnast fólki líka öðrum öryrkjum á þessum tíma. Þannig að maður alveg búin að svo sem heyra nánast allt sko þannig en auðvitað alltaf eitthvað sem kemur óvart það ekki alveg þannig að maður bara viti allt sko það sem að kannski kemur mér meira óvart ekki það sem ég að gera í viðtölunum það sem kemur mér óvart að kannski eitt sem að kemur mér stundum óvart það fólk sem mjög virt í einhverju starfi innan öryrkjadæmisins og hve oft það fólk ennþá ekki meðvitað einhver réttindi eða ekki, þú veist, hvað fræðslu skylda Tryggingastofnunar ótrúlega léleg. Það kemur mér stundum endalaust á óvart hvað fólk sem jafnvel einmitt eins og segja í miðjuna og svo hefur ekki frétt af hlutum. En það sem kom mér meira óvart þegar ég síðan fyrir utan þetta og að tala við fólk þessa sem að hafa séð á eða eitthvað. Þetta kemur fólki ennþá eins mikið óvart og eins og þau sögðu þarna áðan. Þetta ótrúlegt. Þeim finnst þetta bara, nei, getur ekki verið alveg svona. Það hlýtur að vera eitthvað annað á bakvið þetta. Nei, hefur hann ekki bara, þú veist, þetta eða þú veist, ég meina byttu og þetta alveg sama umræða eins og bara eins og með rasismann. Já, meina, var hann að fylgja lögum? Var hann á dópi? Þú veist, eitthvað annað þarna á bakvið. Alveg nákvæmlega. Þetta bara svo fyndið. Ég reyndi að útskýra fyrir konu í sundi, ég fyrir sundleikum í eldri konum daginn, að ég hefði einu sinni íhugað að ég fór inn, þeir breytti kerfinu þannig, þú færð ekki, ef þú ferð inn á slysó, þú gera það rannsóknir, sumarrannsóknir áður en þú ferð inn á deild, þú ekki skráða deild, þá þarf það að borga þér. Og ég kom heim sagt, eftir að hafa verið með kannski heilatappa í heila og fekk bara leið 8.000 króna reikningin á bankan hjá mér. Og ég sat það og hugsaði, já,
hún hefði sagt við mig, þetta kostar 8.000 kall. Eins og mér leið þá hefði kannski sagt bara, þá sleppum við því bara og ég hefði kannski verið með heilatappa og fengið slag. Og konan var bara, nei, það fyrir ekki að velja það eitthvað. Helmingurinn af hugsuninni hjá mér var bara, ég á ekki fyrir þessum pening, en hinn helmingurinn var nánast, veistu, þá veldi ég inn á stofnun í kannski 4-5 mánuði og fjölskylda mín þarf ekki að sjá allt sem þau þurfa að sjá fyrir mig. Og bara í alvörunni. Og þessar konu datt bara ekki í hug að það gæti einhverjum viljandi liðið svona, en auðvitað er þetta ekki heilbrigð hugsun, en þetta er bara eitthvað svona sem kemur yfir mann, maður er svo þreyttur. Og maður er í heimi sem maður er svo skakkur og rangur. Ég held að þessi spurninga með að koma óvart, ég held að eins og Bára segir, þetta með sem að maður upplifir utanfrá þegar fólk og maður heyrir að fólk er ennþá alveg, nei, það getur ekki verið svona, það orðið rosalega reitt fyrir okkar hönd þegar eitthvað kemur fram í þætti eða eitthvað svo leis og eins, ég kannski bara minnist á líka bara eins og stúlkan sem kom til okkar í þátt, eftir að hafa samband í pósti og öryrkjaráðinu og að segja frá því hvernig pappanar og fjölskyldan hennar í rauninni var bara, er svo slegin, það er enginn verið á örorku fyrir að hún fer á örorku í familíunni og þá er allir bara, nei, þetta getur ekki staðist. Þá er allir bara í sjokki við því hvernig kjaramálin eru. Og þetta er svolítið málið, það er svo merkilegt hvernig fólk telur sig vita og kemur með rökin alveg eins og þú lýstir á hann bara, er hún í dópi eða það hlýtur að vera eitthvað, eða þú veist, það hlýtur að vera eitthvað rosa óskynsamlegt í gangi. Já, ég var til komið sem útlýting. Já, þú veist, þetta er allt svolítið svona viðhorf, þangað til að fólk áttar sig á því að þetta bara gerist í fjölskyldunni, einhver veikist og lendir á örorku og þeir sjá bara, ok, þetta er svona, virkilega. Þetta er svona slæmt. Og ég hef einmitt séð fjölskyldu bara, ok, hann er að fara á örorku, allt í vesinu, nei, við látum það ekki gerast og bara leysa það, mitt fjölskyld sem að verðni á því. Og þær áttar sig ekki á því að þær leið og þær að gera þetta, þá þær að játa það. Að þær vita að þetta er ekki bara fólki bjóðandi. En svo er svo náttúrulega líka einhvern veginn eftir því sem að maður er meira að kannski kanna málin og tala við fólk og fá upp á borðið alls konar vankanta, þá er maður líka, náttúrulega maður getur líka orðið rosalega svona argur yfir og líka einhvern veginn sorgmætur bara yfir því að það skulle ekkert breytast. Ég var einmitt að ræða það í dag við einhvern að ég skrifaði sögu sem heitir Helvítis jól, ég hægt að finna hana inn á Kvennablaðinu, upprunalega var þetta saga en þetta er byggt á raunveruleikanum, þetta er raunverulegu dagur sem að ég skrifaði en ég ætlaði að gefa hann út sem söga því ég þorði ekki að segja þetta væri ég. En svo endaði ég með að skrifa hann til nafni. Sú saga var skrifuð 10 árum áður en hún var gefin út og nú 10 ár síðan hún var skrifuð niður gefin út. Og það eru mjög fáir þættir í þeirri sögu sem að standast ekki ennþá nákvæmlega nútímann eins og niður í dag. Akkurat. Já. Ekkert breyst. Já. Jú, lyfjakostnaður og lækniskostnaður hefur aukist. Já. Gleymdi því. Já. Þetta er rosalega mikið af földum svona hindrunum í kerfinu og þá ekki bara fyrir öryrkja heldur bara fyrir fátækt fólk. Einmitt að það er. Já. Eins og ef þú kemur úr skóla og ert fátækur þá hefur ekki efna á og ert veikur líka, þá er ekki efna atvinnuleyfisbótum, þannig ég ætlaði að fá sjúkradagapeninga, þeir eru 27.000, voru þá 27.000 krónur og ég var ekki nefnum stéttarfélagi og ég ætti bara að lifa því. Það er svona flugfélagi svona ringir. Já, svo eru bara svona hlutir líka í gangi núna sem að geta gert mann alveg eða maður verður bara að halda með þessu. Ég náttúrulega vinna núna, ég er í vinnu líka hjá Öryrkjabandalaginu, ég formaði málefnahóps um húsnæðismál. Já. Þannig að ég er búin að liggja yfir fjárlögunum til dæmis núna síðustu daga.
Og þannig ég er búin að skoða líka bara, þú veist, hvað var sett mikið fjármagn í öryrkja, þú veist, á síðasta ári og hvað á að fara í innan málaflokk í dag og í húsnæðismál og annað og nú var verið að samþykkja þessi enna fína lánaflokk fyrir fyrstu kaupendur og tekjulága í hlutdeildarlánum og þetta hentar engan veginn lægst launaðasta fólkinu. Ég meina við erum alveg búin að rekna þetta út að þetta hugsað sko fyrir kannski 4. til 7. tekjutíund en ekki 1. til 4. Þannig að og það er alls konar svona skilyrði á svona lánum sem að henta engan veginn lægst launaðasta fólkinu og öryrkjum. Þannig að þetta og svo erum við að skoða fjárlagafrumvarpið og við getum ekki séð einhvern veginn heldur að það sé verið að sko setja það fjármagn í þetta sem stóð til að gera. Þannig að þetta er margt afskaplega skrítið við þar sem að þessi ríkisstjórn segist ætla að gera það að vera að gera. Það er ekki beint að standast. Og svo líka bara publisering sem fór í það að það ætti nú að lögfesta þarna réttindi fatlaða á sínum tíma. Það er ekki ennþá búið að gera það almennilega. Svo það bara NPA komið inn, heyrðu frábært, svo tók ár fyrir þá eftir að það var samþykkt að gera það einhver leyti virt og það fyrir svo fáa að það gera ekkert gagn. Já, einmitt. En það er nefnilega málið sem betur fer að þá biðja þeir skuggaskýrslu frá notendum hvort að ríkisstjórnin hafi staðið við að gera ákveðna hluti sem að þurfti að gera samhliða því að lögfesta þennan samning. Þannig að Já, biðja sem sagt. Já, ég veit til dæmis að Öryrkjabandalagið skrifa skuggaskýrslu sem þeir senda sko út. Já. Þannig og þá bindum að voni við að stjórnvöld verði svona, það verði eitthvað komið einhver pilla til þeirra, heyrðu þið verði nú að taka ykkur á þannig í þessu og þessu. Samt maður eitthvað svo vonsvíkin vonlítill yfir því að því að ég veit ekki hve oft íslensk stjórnvöld hafa verið gagnrýnd fyrir mannréttindabrot sem bara á stórum skala hérna. Og maður hefur einhvern veginn ekki séð að hafa þau áhrif sem það ætti að hafa. Þannig að ég veit það ekki, en það er allavega upp á borðinu þá. En kannski við förum að hætta núna í bili, en mér langaði bara, þú veist, í lokinu, ég ætla kannski að setja link á, þið eru með Facebook síðu Öryrkjaráðið, er það ekki? Jú. Og ég get sett link á hana og getur fólk haft samband við ykkur eða vil deila sögunum sínum. Alveg bara að gera, hafa samband. Já. Og eins líka ef einhverjum langar að bara taka þátt í gerð þáttana, þá erum við líka opna fyrir því sko. Og líka erum við alltaf að leita einmitt að, þú veist, þegar fólk hefur eitthvað til að benda okkur á sem ætti að fjalla eða, og svo höfum við verið að gera tilraunir með að hafa svona öryrkjasálina, fólk getur komið og hringt inn í gegnum Zoom. Og það tókst, fyrsta tilraun tókst og við ætlum að reyna að gera það kannski einhvern tímann aftur fljótlega. Þannig að bara, já, við viljum endilega við erum öryrkjar að fjalla öryrkja fyrir öryrkja. Þannig að við viljum endilega heyra í þeim sem að hafa við erum að reyna að fjalla fyrir og við erum rosalega þakklátt. Ég hef tvisvar sinnum hitt manneskju á götu sem bara, já, heyrðu þetta er svo góðir þættir og þetta og bara, það er bara að horfa. Já. Við erum ekki alveg bara að tala með tómi. Nei, ég veit alveg að það er fullt af fólki að horfa. Ég hef séð það og heyrt mikið gott ykkur líka. Þannig að ég bara ætla líka bara að kveðja að sinni með því að hvetja fólk til þess að horfa á þættin ykkar, Öryrkjaráðið á Samstöðinni og eins og segi, set link með lýsingunni og bara Ef þú fórstu heima út af COVID þá er þetta fínt efni til að horfa. Akkurat. Til að gera innidöluna aðeins skárri, aðeins bærilegri. Heyrðu, bara Bára og María, bara takk innilega fyrir komuna og við sjáumst. Takk fyrir okkur. Já, takk fyrir okkur. Takk.